til hamingju með þetta. Gerða þakkir. Hvernig að keppa við þessar aðstæður? Sko það náttúrulega ákveðin áskorun, en ef maður vel undirbúinn og skaflar í öllum skeifum þá þetta ekkert mál sko. Mér fannst gaman að sjá hjá ykkur hversu samspilið var gott og þetta var allt svona áreynslulaust og greinleita hrissan vissi alveg hvað þið voru að fara að gera og hvað þú væri að biðja um. Já, ég held að sko, við erum alveg á sömu blaðsíðu. Samspil eitthvað svona sem maður alltaf að reyna að framkalla. Því að sko, ég held að maður þurfi alltaf að hafa hestinn sem sko, félag og vin og gera þetta í sammenningu í staðinn fyrir að vera að reyna að hafa hestinn undir hælnum og hafa hann sem eitthvað svona, að maður sé eitthvað yfirmaður. Ég held að það sé ekki málið. Þetta þarf alltaf að vera í góðu sambandi og svona virðingu. Og þú nærðir náttúrulega í mikilvæg stig, ekki bara í einstaklingskeppninni, heldur í liðakeppninni líka, því að liðið ykkar vinnur þessa grein. Sko, kannski þurfum að reikna út eftir daginn í dag, en ætlar að halda áfram, stefna á toppinn? Maður stefnir náttúrulega alltaf á toppinn, skilur, stundum það hægt, stundum það ekki hægt. Ég ekkert að hugsa það endilega, maður tekur bara einn dag inn og reynir að gera það sem maður getur hverju sinni. Og ég með fullt af nýjum hestum og ungum sem eru svona að stíga sín fyrstu skref í þessu. Þannig að sko, ég bara bjartsýnn. Og sáttu við daginn? Já, mjög sáttur, það ekki annað hægt sko. Ég ætla að hleypa þér í næstu verðlaunaafhendingu, til hamingju með þetta. Takk hérlega.